Komið sæl, við höldum áfram í Brennu Njáls sögu. Í síðustu köflum þá höfum við kynnst Gunnari á Hlíðarenda og því hvað hann er flottur og frábær og mikil hetja. Og þeir bræðurnir, Gunnar og Kolskeggur, þeir eru nýkomnir frá útlöndum, þar sem þeir voru í Víking og eru orðnir mjög ríkir og ennþá meiri menn eftir þessa miklu för. Við erum komin hérna í kafla 33 og hérna þeir nýkomnir heim, bræðurnir, og fara á Alþingi og Alþingi var svona samkomustaður þessa tíma, þá söfnust allir saman á Þingvöllum á sumrin og þarna mættu allir sem eitthvað voru og komu svolítið til að sýna sig og sjá aðra. Og Gunnar, hann var svo vel búinn, hann var sem sagt svo flott klæddur að allir glápa á hann á þinginu og margir vilja vera vinir hans, enda er hann svo mikil hetja og í alla staði topp maður. Þarna á Alþingi þá kemur Gunnar auga á Hallgerði Langbrók, en hún er einmitt best klædda og flottasta konan á svæðinu og þið sjáðu þetta myndina á glærunni sem að geti nú verið þau tvö á Alþingi. Nú Gunnar og Hallgerður fara þarna að spjalla saman á þinginu og spyrja hvort annað nafni og svona og þau eru náttúrulega bæði svo fín og flott klædd. Það er frekar miklu pláss í kaflanum 1 í að lýsa klæðaburði þeirra og hvernig skikkjur þau voru með og skart og annað og þið skulu skoða þetta vel í 33. kafla. Nú loks spyr Gunnar Hallgerði hvort að hún sé ógefin, sem sagt hvort að hún sé ógift og Gunnar biður hana að giftast sér. En hún segir hvorki já né nei, heldur vísar þessu beint til pabba síns. Þið munið að Hallgerður hún hefur verið gift fyrst sem áður. Einu sinni þar sem að pabbi hennar ákvað fyrir hana, það var Þorvaldur, fyrsta hjónabandið, án þess hún væri spurð að þessu, og svo einu sinni þar sem hún fekk sjálf að ráða. Og hún vill greinilega hafa eitthvað málið að segja, en þarna vísar hún þessu samt, vísar Gunnari beint til pabba síns. Nú Gunnar fer og finnur Höskuld, pabbi hennar Hallgerðar, og Hrút, bróður hann sem er alltaf hafði með í ráðum. Og síðast þegar þessar persónur hittust, Gunnar og Hrútur, þá var þegar Gunnar var að ná fé Unnar frænku sinnar af Hrúti á Alþingi, þið munið. Og þá voru þeir auðvitað ekki beint sáttir því að Hrútur þurfti að láta í minni pokann fyrir Gunnari, en hér í 33. kafla er tekið fram að þeir erfa þetta nú ekkert hvor við annan, það segir í kaflanum, fannst ekki í tali þeirra að þar hefði nokkur misþykja í meðal verið. Og misþykja það er svona ósætti. Þannig að allt er bara gleymt og grafið. Nú Höskuldur hann tekur bónorðinu vel og getur vel hugsað sér að fá Gunnar sem tengdason, en Hrútur hann er ekki alveg viss. Hann segir að honum þyki ekki jafnræði vera á milli Gunnars og Hallgerðar og hann segir þetta einmitt að því að Gunnar hann er svo vaskur og vel að sér, en Hallgerður hún sé aftur á móti undirförul og alls ekki gallalaus. Hrútur segir að þetta sé girndarráð, þess að hjónaband sem er komið til af ástríðu og girnd frekar en skynsemi og hagsmunum sem að var vaninn á þessum tíma. Hrúti þykir þetta sem sagt mjög óskynsamlegur ráðahagur og hann fer að telja þarna upp alla galla Hallgerðar fyrir Gunnari, mjög huggulegt af honum með þannig. Nú Gunnari honum eiginlega hættir að lítast á blikuna þegar hann heyrir af öllum göllum konunnar, en hann er samt ákveðinn og loksins er samið kaupmálan, þess að ákveða að þau muni giftast og Hallgerður hún er sótt og hún samþykkir þetta allt saman og þau Gunnar eru þá trúlofuð. Nú þið munið að Gunnar eru þetta mjög góður vinur hans Njáls og Njáll er mjög ráðagóður maður og oftast þá spyr Gunnar Njál ráða fyrirfram hvað hann eigi að gera og ef hann fer að ráða Njáls þá er allt í fínu lagi og gengur vel eins og þetta með kaupahéðinn og fleira. En þarna varðandi þessa trúlofun við Hallgerði þá spyr Gunnar Njál ekki ráða. Og þegar að Gunnar kemur svo til Njáls og segir hann heyrðu ég var að trúlofa mig hérna, ég er að fara að giftast henni Hallgerði Höskuldsdóttur, þá segir Njáll, og þið munið hann er forspár, af henni mun standa allt ef illa hún kemur austur hingað. Þess að það mun stafa alls konar illt af henni Hallgerði, hún mun valda alls konar vandræðum þegar hún kemur hann austur í Fljótshlíð. Þá segir Gunnar, aldrei skal hún spilla okkar vinfengi. Sem sagt, Hallgerður mun aldrei koma upp á milli þeirra vinanna. En þá svarar Njáll, það mun þó svo nær leggja, en þó mun þú jafnan bæta fyrir henni.
Þarna á Njáll við að það muni nú vera nærri lagi, að vináttu þeirra sé stefnt í hættu, en að Gunnar muni samt alltaf reyna að bæta upp það sem að Hallgerður gerir og þetta munum við sjá í næstu köflum. Nú í 34. kafla þá þetta mikla brúðkaup þeirra Gunnars og Hallgerðar, flott brúðkaup fullt af gestum og þetta haldið á Hlíðarenda. En kaflinn hann hefst á kynningu á Þráni Sigfússyni og Þráinn Sigfússon hann móðurbróðir Gunnars, hann bróðir Rannveigar sem móðir hans og kemur aðeins við sögu. Þráinn hann einn af Sigfússonum svokölluðum sem eiga eftir að koma meira við sögu. Þetta eru frændur Gunnar sem eru oft með honum svona í liði þegar þeir fara hingað og þangað. Nú Þráinn þessi hann á konu sem heitir Þórhildur skáldkona og hún þarna að þjóna til borðs í þessu brúðkaupi. Þau eru auðvitað þarna á staðnum og í brúðkaupinu eru líka alls konar flottir gestir sem eru nefndir í kaflanum, þar á meðal Þorgerður sem dóttir Hallgerðar og Glúms sem var annar eiginmaður hennar Hallgerðar. Þarna Þorgerður 14 ára og hún voða falleg og sæt og Þráinn Sigfússon þessi, hann glápir á Þorgerði þannig að kona hans, Þórhildur skáldkona, verður reið og kveður nýðu vísu sem þið sjáu þarna á glærinni. Að gabriflar góðir gæjur þér í augum, Þráinn, segir hún. Þar sem hún auðvitað að setja svona út á hvað Þráinn að glápa þarna á stelpuna. Nú þá gerir Þráinn sér bara lítið fyrir og segir skilið við Þórhildi á staðnum og lætur rekana úr veislunni og strax í kjölfarið þá biður hann hönd hennar Þorgerðar, dóttur Hallgerðar og giftist henni á staðnum. Þannig að hann skilur þarna við eina konu og giftist annarri í sama boðinu. Og þetta verður þá tvöfaldri brúðkaupsveislu, þarna eru þær mæðgurnar Hallgerður og Þorgerður báðar að giftast, önnur mjög ung og hin aðeins eldri. Þannig að dóttir Hallgerðar giftist þá móðurbróður Gunnars og Gunnar og Hallgerður giftast hvor öðru, þið sjáu þetta nú kannski svolítið snúið allt saman. Og Þorgerður hún flytur svo með Þráni á bæ hans sem heitir Grjóta. Svo erum við komin hérna í kafla 35 og þar fara Gunnar og Hallgerður þá orðin hjón að heimsækja Njál og Bergþóru að Bergþórshvoli þar sem þau búa. Og þetta svona hefð sem að þeir Gunnar höfðu haft á og þeir skiptast á að bjóða hvorum öðrum í svona vetrarveislur og núna Hallgerður með í fyrsta sinn. Og það skipti miklu máli hver gestum var boðið sæti í svona boðum á þessum tíma. Það hafði að gera með heiður og hversu mikil smetin gesturinn var og svo framvegis. Og við sjáum þetta víða, það lýst hver og einn situr í boðum. Og þarna í þessu boði þá biður Bergþóra, kona Njáls, Hallgerði að færa sig úr sæti, setjast í óveðra sæti þegar að tengdadóttir þeirra Njáls sem heitir Þórhalla, þegar hún mætir á svæðið. Og Þórhalla þessi, hún gift Helga Njálssyni og hún dóttir Ásgríms Elliðagrímssonar og það sagt frá þessu í kafla 27 þegar að Njáll nælir í þessa flottu dömu fyrir sinn son. Og þarna þykir Bergþóru mikilvægt að biðja Hallgerði að færa sig úr sæti fyrir Þórhöllu og sýnir með því að hún metur Þórhöllu meira en Hallgerði. Nú Hallgerður hún neitar og segir þá þessi fleygu orð sem allir þurfa að kannast við bara fyrir lífið. Hvergi mun ég þoka því engin hornkerling vil ég vera. En Hallgerður þarf þó samt að færa sig og Bergþóra með þess að sýna hver það sem ræður hér. Og henni líkar augljóslega ekki vel við Hallgerði og hún móðgar hana viljandi. Hallgerður reynir að svara fyrir sig með því að gera lítið úr Bergþóru og segir til dæmis að hún hafi kartnögl sem eru svona hrjúfar ljótar neglur, sem hún hafi þessar kartneglur á hverjum fingri og að Njáll maðurinnar sé skegglaus og þetta vísir auðvitað til þess að hann getur nú ekki verið mikið kallmenni. En þá segir Bergþóra bara að þetta sé nú allt satt og rétt en hvorugt okkar gerir þetta öðru að sök. En eigi var skegglaus Þorvaldur bóndi þinn og réðst þú honum þó bana. Og hér enn eitt skotið á hana Hallgerði þegar Bergþóra vísar þarna til vígs Þorvalds fyrsta eiginmanns Hallgerðar og segir hana hafa valdið dauðans. Og hérna verður Hallgerður þetta alveg brjáluð, það fylgi henni ennþá og hún hvetur Gunnar til að hefna þessara orða. Segir að það sé nú til lítils eiga vaskasta mannin á Íslandi ef hann hefni ekki þessa.
En Gunnar hann neitar, hann ætlar alls ekki að taka þátt í þessum deilu milli Hallgerðar og Bergþóru. Hann vill fyrir alla muni halda friðinn og biður Hallgerð að hafa sig hæga og fer bara með hana heim. Skammar hana í veislunni og fer með hana heim. Hann ætlar ekki að vera eggjunarfífl Hallgerðar, segir hann. Ætlar ekki að láta hana eggja sig til að taka þátt í þessum deilum og þannig eyðileggja vinskap þeirra Njáls. Nú þeir Njáll og Gunnar halda áfram að vera góða vinir, en hér komið mjög stórt babb í bátinn. Konurnar þeirra eru óvinkonur og þetta bara upphafið að deilum á milli þeirra. Og í næstu köflum 36-45, þar sagt frá svokölluðum húskallavígum sem sprettur upp í kjölfar þessara deilna á milli Hallgerðar og Bergþóru. Og þetta byrjar kannski sakleysislega, svona getum við sagt, með því að þær senda einn þræl að drepa annan og svo annar þræll sendur til að hefna þess. En þetta á aldeilis eftir að vinda upp á sig og leiða til meiri og meiri hefnda og drápa og deilna. Og þetta reynir æ meira á vinskap Gunnars og Njáls. En ég hef ekki lengra í bili, takk fyrir að hlusta.